Í dag fengum við starfsfólk að skoða nýbygginguna í fyrsta sinn. Framkvæmdir ganga bara vonum framar og alltaf áætlun. Það er náttúrulega búið að bíða mjög lengi eftir þessari viðbót og þetta er búið að vera í umræðu á teikniborðinu í mörg ár. Það sem að gamla húsnæðið eða grensásdeildin eins og hún er í dag var ekki á sínum tíma byggð fyrir endurhæfingu. Þannig að það er ýmislegt sem vantar upp á. Margir hverjir eru á tvíbýli og deila salerni fram á gangi og fá núna einstaklingsherbyggi, rúmgóð einstaklingsherbyggi með alveg ótrúlega fallegu útsýni hérna upp á annarri hæð og hvert herbyggi er með sér baðherbyggi. Í dag hefur sjúkraþjálfunin verið í mjög þröngu rými, tækjasalurinn tæpir 50 fermetrar og svo erum við allt hús og lítil aðstæða til að æfa og erum að fara núna í tæpa 1000 fermetra, bara sjúkraþjálfun og það sama miðjuþjálfun sem var lengst af hérna niður í kjallara en nú flutt í húsnæði upp á 3. hæð en þau eru að fá líka stórt og gott rými þar sem öll fyrsta flokks aðstæða til þjálfunar. Æfingareldhús, verkstæði og ýmislegt annað sem við höfum lengi beðið eftir. Þetta er fyrsti hlutin að við flytjum og fáum þannig 17 í legurými með fyrsta flokks aðstöðu fyrir sjúklingana. Næsti hluti er þá endurbætur á gamla húsnæðinu. Þannig í raun og veru heildar fermetrafjöldin verður þá rúmlega 8000 fermetrar þegar verður búið að taka gömlu bygginguna í gegn. Talmeinafræðingar, taugasálfræðingar, sálfræðingar, félagsráðgjafar sem þurfa að fá ný vinnurými þá í gömlu byggingunni. Svo erum við með dagdeild sem þarf að fá aðra staðsetningu í húsinu sem tengist mun betur þjálfunarrýmunum. Þannig að hugsunin er að þegar einstaklingurinn kemur í þjálfuna að hann sé á fyrstu hæðinni og það sé ekki langt að fara, það sé skýrt hvar þjálfunin er og þetta sé allt svona mjög þægilegt, gott flæði fyrir sjúklinginn, það er mikið hugsað það. Við erum líka með þjálfunar íbúð fyrir þá sem þurfa að æfa sjálfstæða búsetu áður en þeir geta útskrifast og svo á eftir að taka þá gömlu deildin okkar í gegn þar sem að flest herbyggin eru tvíbýli í dag með sameiginlegum salernum og þá er hugmynd að breyta þeim herbyggjum í einbýli og með salerni þar sem er gott aðgengi og hjólastólar komast vel inn og þá þegar þessu er öllu lokið þá sjáum við fram á við sem 32 legurými. Grensásdeildin var 50 í 2023 og það urðu svona vendipunkturinn, þá fór allt að rúlla og í kjölfarið var tekin skóflustunga og framkvæmdir hófust og fram að þessu hefur þetta gengið bara vonum framar og nú eru áætluð verklok í lok árs 26 og miðað við framkvæmda hraðan í dag þá ætti það að ganga og við séum kannski að sjá að við séum að taka inn sjúklinga hérna í byrjun árs 27 og auk þess erum við náttúrulega að fá inn heilmikið búnaði sem við höfum ekki verið með áður og þannig að við þurfum að fá hann inn og það þarf að gefa starfsfólki tíma til að læra á hann og þannig að við séum öll bara tilbúin þegar að búnaðurinn er kominn og húsið tilbúið að taka á móti fyrstu sjúklingunum hingað inn.